komið sæl og blessuð. Við ætlum að starta þetta hérna, bara helmingurinn á bandinu hérna hægra megin á sviðinu. Við ætlum að bíða eftir vinstri helmingnum, eða oft kallaður betri helmingurinn. Hérna kemur hann hérna, 2. Og svo besti helmingurinn eftir, hérna koma 2 gyðjur og ætla að lofa Guð með okkur. Já, þið viti ekkert hvar þær eru eða? Inga og Bína eru vinsalega spennar að koma upp á svið. Það koma þær alltaf að gerast. Við varum að klappa fyrir þeim. Halleluja! Já, ég veit ekki, vildum að bansa bíl eða maður... Sko, in my defense, þá baði ég tæmirinn að fara á 2 mínútur yfir svo ég geti borðað. En hann fór greinilega ekki á stað. Þetta svona... Ætt sjövæli. Eru þið ready? Alright, herru, við ætlum að lofa Guð, þannig að endilega rísið upp og gargið úr ykkur lífsins krafta lengst upp til drottins og höfum gaman að því. Hefur ekki að rísa fætur? To leave in your presence. Fear has no choice but to bow. Chains have no choice but to break. Shame has no choice but to leave in your presence. Fear has no choice but to bow. Chains have no choice but to break. Shame has no choice but to leave in your presence. No choice but to bow. Chains have no choice but to break. Shame has no choice but to leave in your presence. Let the Spirit rise up and break through the walls and beat down the doors and crash.
Góða kvöldið. Velkomin á samkomu. Þið ekki spennt? Þið sem ekki vitið, þá hann Þráinn að tala í kvöld. Þráinn ungur maður sem hefur verið með okkur í United hér í mörg ár. Eiginlega frá upphafi held ég. Er það ekki, Óli, Þráinn? Allan að mjög snemma. Og flest ykkar vita nú hver hann og vitið að þið eigið gott kvöld í vændum eins og alltaf. Og ég bara hvet ykkur til að undirbúa hjörtun ykkar, bara svona í hjartað ykkar og jarðveginn ykkar, því sem hafi verið í sveit eða hafi gaman að rækta, undirbúa jarðveginn fyrir að leyfa Guð að eiga við ykkur í kvöld. Og mér finnst Sálmur 23, hann svona búinn að svífa yfir vötnum núna í nokkra vikur. Og það talar það svo margt sem að Sálmur 23 eitt þekktasti sálmur. Ég held að tók mynd á honum hérna á hann. Einn af þekktari sálmum sem að við þekkjum. Og hann segir meðal annars, á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiði mig af vötnum þar sem ég má næðis njóta. Hann hressir sál mína, leiði mig vegu, rétta vegu, fyrir saki nafns síns. Og það svo gott með Guð og leiðbenningarnar hans og hvatninguna hans að hann hefur svo gott í hyggju fyrir hvert og eitt okkar. Og hann setur meðal annars inn fyrir okkur að við þurfum að hvílast annars slagið. Og það út af því að við erum kannski undirbúið okkur fyrir eitthvað. Og sumir eru með móral yfir því ef að þeir eru ekki að gera neitt, eru í hvíld, eru í kannski endurhæfingu eða eitthvað. En þið megi líka taka Sálm 23 og lesa hann og næra ykkur svolítið á honum og þar sem þú mátt næðis njóta, þú þarft að endurnærast. Þú þarft stundum að hvíla þig til að takast á við eitthvað sem er framöndan sem kannski þú veist ekki hvað er, en Guð veit það. Þannig í kvöld þá ætla ég að fá að hvetja ykkur til þess að stíga upp eða standa upp, taka þátt í lofgjörunni og segja bara að Drottinn Guð verði þinn vilji í kvöld með líf mitt. Leiðu mér að fá bara að hvílast, leiðu mér að taka næringu frá anda þínum. Og biddu Guð að gefa þér orð í kvöld til að takast á við það sem er næst í þínu lífi, næstu skrefin. Og lestu Sálm 23 í kvöld, án og fer að sofa. 23, Sálmi 23. Og við erum með samskot á hverju samkomu og samskot eins og ég tala stundum er það að við sitjum öll saman í púkkið, að við leggjum eitthvað til, það er gott að gefa, það er gott að taka þátt í að vera hérna á samkominu, það er pósi aftast, svo er hægt að leggja inn á bankareikningin og taka þátt í líka að gefa. Og ég þakkaði Drottinn fyrir þetta kvöld. Ég þakkaði Drottinn að við getum lagt bara líf okkar og hjarta okkar og sál og framtíð í þínar hendur. Ég þakkaði Drottinn fyrir þá áætlun til heilla og hamingju sem þú hefur fyrir hvert og eitt okkar. Og ég lofaði Drottinn, verði þinn vilji svo í jörðu sem á himni, hér í kvöld. Amen. Maybe we've made this complicated, more than it was ever meant to be. Hasn't it always been about the same thing? Lord, bring us back to simple things. You be the center of it all. My heart belongs to you.
just to discern the moment when to serve and when to sit here at your feet. Keep us awake to what's important, just like Mary chose the better thing. For you are the center of it all. My heart belongs to you, my Savior, all in all. You're the one I hold on to, for the beauty of your name. My soul will live to say, Jesus, I love you. Oh, for you are the center of it all. My heart belongs to you, my Savior, all in all. You're the one I hold on to, for the beauty of your name. My soul will live to say, Jesus, I love you. Oh, how I love you. Oh, how I love you. Jesus, I love you. Oh, how I love you. Oh, how I love you. Jesus, I love you. In my whole life, for your glory, my whole world, for you only, everything, for the honor of your name. And if my days tell a story, let it be of you only, everything, for the honor of your name. And my whole life, for your glory, my whole world, for you only, everything, for the honor of your name. And if my days tell a story, let it be of you only, everything, for the honor of your name. And my whole life, for your glory, my whole world, for you only, everything, for the honor of your name. And if my days tell a story, let it be of you only, everything, for the honor of your name. Oh, how I love you. Jesus, I love you. Oh, how I love you. Oh, how I love you. Jesus, I love you. My whole life, for your glory, my whole world, for you only, everything, for the honor of your name. And if my days tell a story, let it be of you only, everything, for the honor of your name. And my whole life, for your glory, my whole world, for you only, everything, for the honor of your name. And if my days tell a story, let it be of you only, everything, for the honor of your name. Oh, how I love you. Oh, how I love you. Jesus, I love
soul will choose to say, Jesus, I love you. My soul will live to say, Jesus, I love you. Oh, how I love you. Oh, how I love you, Jesus. Oh, how I love you. Jesus, I love you. Oh, how I love you. Oh, how I love you. Jesus, I love you. Oh, how I love Oh, how I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, ég elska þig. Jesus, ég elska þig. Jesus, ég elska þig. Oh, Jesus, ég elska þig. Jesus, ég elska þig. Jesus, ég elska þig. Jesus, ég elska Heilagi Faðir, þakka fyrir nærveru þína. Og Drottinn, ég þakka fyrir að þú elskaðir okkur fyrst. Ég þakka Drottinn að þú kendir okkur að elska. Við sjáum elsku í gegnum verk þitt í Biblíunni, sögu eftir sögu, kafla eftir kafla. Jesús, við elskum að því að þú elskaðir okkur fyrst. Hann elskar þig líka. Jesús, hann elskar þig. Það einhver hérna sem má upplifa sig ekki verðugan af þessari ást, af þessari elsku, þessari djúpu elsku. En hann vil segja þér að ég elska þig. Ég elska þig, barnið mitt. Ekki bara eins og kunningi eða einhver svona þykir vænt þig. Hann elskar þig. Og þegar við syngjum þetta til hans, Jesús, ég elska þig, þá syngur hann tilbaka til okkar. Barnið mitt, ég elska þig. Barnið mitt, ég elska þig. Barnið mitt, ég elska þig. Það getur verið erfitt að meðtaka þessa elsku. En mér langar að hvetja til þess að bara settu niður brynjuna þína, settu niður varnarvegginn þinn og segja ok, ég meðtek þessa ást. Kannski hefur enginn elskað þig vel eða á fallegan og góðan hátt. En það byrjar í kvöld þar sem að þú hleypir Jesú inn í hjartað þitt og hann fær að elska þig. Hann kennir þig það sem að heilbrigð ástir, það sem að falleg ástir.
af því að hann elskar þig. Amen. Jesus, ég elska þig. Jesus, ég elska þig. One with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, and now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, and nothing compares.
söngvar sem að mikla verkin þín. Útrétt hönd og hjarta mitt, gerðu Guð það sem þú vill, því nærvera mesta gleði mín. Sendu helgur andi, sendu helgur andi, ráð og ferð, gefa dyr þín komi, gefa dyr þín komi. Eitt bið ég eitt þrái ég, meir en allt í heimi hér, að dvelja í húsi þínu allt mitt líf. Ég vil vita allt þig og sleppi því sem hindrar mig, þér og Guð helguð lofgjörð mín. Ég brenna vil af ástríðu til þín. Sendu ráð þú verð, gefa dyr þín komi, gefa dyr þín komi. Sendu helgur andi, sendu helgur andi, ráð þú ferð, gefa dyr þín komi, gefa dyr þín komi. Ég vil aldrei hætta að undrast návist þína. Ég vil alltaf hrífast af því hver þú ert. Allt svo fegurð sem þú gafst mér sem minn vinur, svo líkt öllu því sem ég hef séð. Ég vil aldrei hætta að undrast návist þína. Ég vil alltaf hrífast af því hver þú ert. Allt svo fegurð sem þú gafst mér sem minn vinur, svo líkt öllu því sem ég hef séð. Sendu helgur andi, sendu helgur andi, ráð þú
Skugga
þá segjum við nafni Jesús. Inn í myrkrinu, inn í ljósinu, þá það alltaf nafni Jesús. Amen. Amen. Þráin okkar, ertu velkomin. Er ég næstur? Já. Inga, hvað ertu? Arnar? Ekki fara? Nei. Ok. Góða kvöldið. Get ég aðeins fengið lækku ljós sem ég langar að sjá betur í salin? Ef ég má. Ertu til að biðja fyrir mér, Óli Haukur og Laufey, áður en ég tala? Já, Inga María og vil ég biðja fyrir mér? Takk Jesús. Þakka fyrir stað og stund og þetta heilagur staður, holy ground sem við stöndum á og ég þakka þér Drottinn fyrir þá áætlun sem þú hefur fyrir hvern og einn sem í kvöld og ég þakka þér Drottinn að frá henni verka nota hann eins og þú vilt í kvöld. Ég þakka þér heila andi að þú hefur orð til einstaklinga. Ég biður þessa smurningu sem að brýtur okið. Ég þakka þér fyrir smurninguna sem að gerir svona shift in the spirit. Ég þakka þér fyrir þessa smurningu sem að brýtur hlekkina og setur fangana frjálsa. Halleluja. Takk, Í Jesú nafni. Bara djörfung, Drottinn. Smurðu varar svo tungu til að tala þitt orð, Drottinn. Samkvæmt þínu vilja, Drottinn. Faðir minn á þess að skafara, Drottinn. Bara við kærum það áfram út í andaheiminn, Drottinn minn. Þú heilagar hann tekur við svo snertir við hjörtu fólks í kvöld, Drottinn. Takk fyrir þetta orð. Skarpt orð sem kemur í kvöld, Drottinn minn. Í Jesú nafni. Amen. Takk. Eru til að bíða þess? Góða kvöldið. Ég heiti Þráinn Skúlason fyrir ykkur sem ekki hafi séð mig áður og ég hérna í kvöld, ég hef talað hérna áður, Óli bauð mér að koma í kvöld og stærsta óskin í lífi mínu að geta lyft upp nafni Jesú. Og mér langar að biðja ykkur að horfa ekki á mig sem einstakling. Ég bara maður eins og þú. Ég bara breskur maður eins og þú. Ég ekki dán Jesú. Ég ekki dán hans. Horfðu á það sem hann ætlar að gera í kvöld. Ekki það sem ég segja, ekki horfa á mig. Því án hans ég ekkert. Og eins og ég segi, ég þrái bara að fá að lyfta upp hans nafni og að fólk komi sér þekkingar á honum og hver hann í raunverulega er. Inga María Arnar, til hamingju með giftinguna. Ég búin að þekka ykkur bæði lengi og mér þykir rosalega vænt ykkur bæði tvö. Og mér langar að fá að blessa ykkur ef ég má. Og mér langar að blessa barnið ykkar sem þú berði í móðurkviði. Og mér langar að segja ykkur að það er mjög sterk köllun yfir þessu barni. Guð hefur nú þegar valið þetta barni í móðurkviði til að þjóna fyrir sig. Og það er mjög sterk köllun yfir þessu barni. Þið eruð og verðið góðir foreldrar. Og ef ég má, þá langar mig biðja þig að setja hendurnar á móðurkviði og setja hendurnar á þínar hendur og blessa barnið. Faðir minn, ég bara þakka þér fyrir þetta barn sem að þú hefur útvalið, Drottinn minn, í Jesú nafni. Og ég blessa það núna í Jesú nafni, kalla þína blessun yfir barnið, Drottinn minn. Ég ákalla blóð Jesú yfir barnið. Ég ákalla þinn eld, Drottinn minn, til að lóga í kringu þetta barn. Og ég lýsi því yfir í nafni Jesú Krist fyrir það vald sem mér er gefið fyrir nafnið Jesús og fyrir blóð Jesú Krist. Þá lýsi ég því yfir að meðgangan mun ganga eðlilega og vera létt og fæðingin mun ganga eðlilega og vera létt. Í Jesú nafni.
Ég blessi ykkur hjón til að ganga saman í takt í því sem Guð hefur kallað ykkur til. Ég elska ykkur, ég blessi ykkur, ég hlakka til þegar ég kem aftur að sjá barnið. Já, í Jesú nafni, blessi ykkur, takk. Það er yndislegt. Má ég aðeins fá lægri ljós í salin, meiri ljós í salin fyrir ekki svo ég sjái fólkið. Annars held ég sé hérna einn og allir hafi farið. Ég sé að tala bara eitthvað út í loftið. Það er yndislegt að vita hvernig Guð hefur áhuga öllu í okkar lífi, hvernig Jesús hefur áhuga öllu í okkar lífi. Börnunum okkar bæði í móðurkviðu og eftir fæðingu. Og hvaðan er yndislegur að grípa inn í þegar við virkilega leitum hans. Og ég þarf að passa mig svolítið á því að Guð kom ekki til að þjóna mér til jarðarinnar. Heldur ég til að þjóna honum. Og veistu það, fyrir nokkrum vikum síðan, þá var konan mín hún var í Englandi og hún bað fyrir ungri stúlku, krakka, barni sem var einhverf og barnið læknaðist. Lítil stúlka sem á tvíburabróður sem er líka einhverfur. Hann læknaðist líka þó hann hef ekki beðið fyrir honum. Og þessi litla stúlka, hún var þannig að þegar hún var í sérkennslu í skóla þá skreið hún alltaf undir borð og húkti bara undir borði í hnipri allan daginn. Einhverjum var það mikil. Núna kemur hún heim úr skólanum með verðlaun fyrir frammistöðu og bróðurina líka. Þetta er okkar Jesús. Honum er ekkert megn. Þetta er okkar Jesús. Og þetta er það sem hann er að gera í dag. Ég talaði við, eða sá þess að krakka og talaði við daginn á FaceTime. Og það er yndislegt að sjá líka foreldrarnir. Ég veit að ég á einn ungan frænda sem er einhverfur. Ég veit að það er gríðarlega mikið álag á fjölskyldunni. Sérstaklega á foreldrarna alltaf barnið að sjálfsögðu. En þegar kona mín talaði við daginn í Bretlandi, þá voru hjónin að fara í fyrsta skipti ein út í burtu í einhverja daga í frí. Og krakkarnir voru heima. Þau hefðu aldrei geta gert þetta áður. Voru heima með barnfóstra að sjálfsögðu sko. Og mamman var að segja, svo hringdi hún og sagði, heyrðu, ég hringdi í krakkana og þau sagði, gaman, hafið þið bara gaman, við erum að leika okkur, við megum ekki að tala við ykkur. Nokkrum vikum áður gátu þau ekki farið frá börnunum. Algjör lækning á einhverfum tvíburum. Guð er ekkert megn. Honum er ekkert megn. Ekki setja Guð í box. Ekki ákveða hann geti ekki þetta eða geti ekki hitt eða ég sé ekki nógu góður til að vilji blessa mig. Vegna þess að það er, veistu það sem Jesús gerði á krossunni fyrir okkur, ég held að oft á tíðum að þá skilji ég það ekki almennilega eða fullkomlega. Og ég held að ég sé ekki einn það. Ég held að mörg okkar skilji ekki alveg nákvæmlega hvað gerðist á krossinum. Veistu það að ég svitna svolítið, ég er svo gamall og svolítið feitur, þannig að ég svitna svolítið mikið, afsakið. En veistu, þegar að Jesús deyr á krossinum, þegar hann lætur krossfesta sig, til þess að við megum lifa, þegar hann deyr á krossinum, að það losnar úr læðingi svo mikill kraftur, að fortjaldið í musturinn rifnaði niður, sem að raun og veru þýðir að fyrir innan fortjaldið var örkin og þangað mátti enginn fara nema æðsti presturinn. En þegar Jesús gefur upp andan og fortjaldið rifnar, þá opnast leiðin fyrir okkur öll að Guði. Með sama hættu það hefði verið áður. Ok? Þetta er bara eitt
af því sem gerðist á sann mörgu öðru. Annars sem gerðist á krossinum þetta, að það kemur svo mikið líf fram eftir að fortjaldi rifnar, að dauðinn tollir ekki við. Hinir dauðu í kirkjugarðinum risu upp og fóru að labba strætin. Pæliði því. Ef Jesús hefði verið krossfestur í gær, að þá var í Fossvogskirkjugarður iðandi lífi á fólki sem var dáið daginn áður, labbandi allt. Okkar, eða minn heili næri ekki að skilja þetta almennilega. Lífið var svo mikið. Og annað sem að segir í Efesusbréfinu, að sami kraftur og reisti Jesús upp frá dauðum. Ég var að lýsa bara broti af því með að segja ykkur hvað gerist þegar hennir dauðu lifnuðu við, af því lífið var svo mikið sem kom þegar Jesús gaf upp andan. Sami krafturinn býr innra með þér ef að þú hefur gefist Jesú Kristi. Guðs orð segir, allir sem tóku við honum gaf maður rétt á að vera Guðs börn. Og þessi sami kraftur reisti Jesú Krist upp frá dauðum býr innra með þér. Veistu hvað þetta þýðir í raun og veru? Skapari himins og jarðar býr innra með mér. Og ef að ég gef... Var þetta ég? Ég held að Guð sé að hringi mig. Kannski held hann að skamma. Ég held að þið sett þetta sælint, já? Nei, maður á að gera fíblæti í kirkju. En hérna, þessi sami kraftur býr innra með þér, sem að þýðir í raun og veru að þú sem ert að glíma við hluti í lífinu sem að óvinurinn eða illir andar er að reyna að hafa áhrif á þig og kvelja þig með að þú hefur vald yfir því. Amen. Og hvernig get ég sagt ég hafi vald yfir því? Vegna þess að sá sem að skapaði djöfulinn býr innra með þér. Þetta skilja þetta. Sá sem skapaði djöfulinn. Guð bjó hann til, skapaði hann sem engil. Hann býr innra með þér. Þannig að þegar að þú stendur frammi fyrir erfiðleikum í lífinu, í hjónabandinu, og þið eitthvað sem er erfitt með að sofa á nóttinni, það er einhverjir hérna inni sem er erfitt með að sofa á nóttinni, hvað ertu? Martraðir. Fleiri. Já. Erfitt með að sofa. Já. Fleiri. Já. Ok. Í flestum tilvikum er þetta andi sem er að trufla okkur. Þegar við erum að fá martraðir í öllum tilvikum er þetta andi sem er að trufla okkur. Við höfum, vil ég standa upp og leiða mér að biðja fyrir ykkur þessi réttu upp hendi, ég ætla að brjóta þetta af ykkur. Hjá sumum ykkar og heimilin ykkar hefur ekki bara verið þetta sem verður trufla ykkur á nóttinu, heldur hefur þetta líka valdið óeiningu innan heimilisveggjanna. Valdið togstreitu, konflikt, eins og sagt er á ensku, togstreitu og óþægindum. Þetta er andlegt. Í Jesú nafni, fyrir það vald sem mér er gefið fyrir blóð Jesú Krist og nafnið Jesú Krist, nafnið Jesús, þá kem ég gegn þessu í Jesú nafni og ég brýti þetta af þér í Jesú nafni og ég skipa þessum örfum óvinnus að fara núna fyrir blóð Jesú Krist í Jesú nafni og þú kemur ekki aftur. Ég tala frið inn í kringumstæðunum, ég tala frið inn á heimilið þitt, ég tala frið inn í svefnuðinn á nóttinni í Jesú nafni. Amen. 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 Vistu það, þetta vald er okkur gefið vegna þess að Jesús stóð fyrir mig og þig á krossinu. Og ekki bara það, heldur, það eru líka erum við oft að glíma við kvíða og ótta í lífinu. Það segir í Jesaja 40:10,
Þar segir Guð, óttast þú eigi því ég með þér. Vertu ekki hræddur því að ég þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með sigrandi hendi minni. Þetta segir Guð í sínu orði. Og þetta sannleikurinn. Og segir líka í Filippíbréfinu, sem ég veit eitt uppáhaldsversunum hans Óla, 4:6. Verið ekki hugsjúk neitt, heldur gerið í öllum hlutum óskir ykkar kunnar Guði með bæn og beini og þakkagjörð. Og friður Guð sem æðri öllum skilningi mun varðveita hjörtu ykkar og hugsanir ykkar í Kristi Jesú. Þetta eitt af því, eitt af mörgu sem að hann gerir fyrir okkur ef að við tilheyrum honum. Ef að við fylgjum honum og gefum honum líf okkar. Veistu það að það eru margar freistingar í lífinu. Það margt í boði og það mjög skrýtnir hlutir að gerast í heiminum í dag. Að mörgu leyti. Mjög skrýtnir hlutir. Og sérstaklega andlega. Það eru mjög margir skrýtnir hlutir að gerast. Ég veit ekki hvað, ég get ekki, alltaf ekki að fara að reyna að túlka eða útskýra eitt eða neitt sko, því að Biblían segir mjög skýrum orðum, það er enginn sem veit hvenær Jesús kemur aftur. Og ef einhver segist vita það, þá verður hann ekki að segja satt. Því að Biblían segir, það er enginn sem veit það. En það sem skilur okkur frá Guði í raun og veru syndin. Það sem skilur okkur frá Guði. Og það eina leiðin sem að við getum þar að segja komist til hans með iðrun, því að hann segir, Guðs orð segir að það aðeins ein leiðin í himinin og það í gegnum Jesú Krist. Það engin önnur leiðin í himinin. Tímóteusarbréf segir, þetta gott og þóknarlegt Guði frelsara vorum sem vill að allir menn verði hólpnir og komist í þekkingar á sannleikanum. Einn Guð og einn á meðalgangi milli Guðs og manna, maðurinn Kristur Jesús sem gaf sjálfa sig til lausnagjalds fyrir alla. Það var vitnisburður hans á setnum tíma. Síðan segir gangiðinu þrönga hliðið, því að breiður vegurinn sem liggur til glötunar og mjóri vegurinn sem liggur til frelsis. Ef að þú hefur ekki gefið Kristi lífið, þá langar að segja þér svolítið. Eitt stærsti munurinn á kristindómi og öðrum trúarbrögðum sá að okkar Guð, Jesú Kristur, Guð Biblíunnar, dó á krossi og reisu frá dauðum og er lifandi í dag. Í öllum öðrum trúarbrögðum Guðinn dauður. Alveg sama hvaða trúarbrögð það eru. Í okkar trúarbrögðum í kristindómnum okkar Guð, Jesú Kristur, lifandi. Ef að ég að labba, ef að þú ert að labba niður veg og þú kemur að krossgötum eða þú kemur að þessi vegurinn kvíslast í tvær áttir og það eru tveir menn þarna, annar dauður í vegkantinum, hinn lifandi. Hvernig ætlar að spyrja til vegar? Hvað myndur þú spyrja til vegar? Myndur þú ekki spyrja þennan lifandi? Það ekki? Ég skil í samlíkinguna sem ég að segja það ekki. Margrét, það mjög sterk höllun yfir þínu lífi. Ekki líta á þau með smáum augum þegar kemur að höllunni. Það er mjög sterk höllun yfir þínu lífi. Guð setti inn mikið af gjöfum sem eru þarna, sem eiga eftir að brjótast út. Þú hefur komið gegn mikilli mótspyrnu í lífinu og margt sem hefur reynt að stoppa þetta í þínu lífi. Þannig að mér langar að hvetja þig. Ég sé þetta í þér. Þetta í þér. Mér langar að hvetja þig til að ekki halda aftur að sjálfu þér þegar það kemur að þessu.
Ekki halda aftur að sjálfu þér. Amen. Ég sé ekki neitt á þetta, ég með þannig að setja upp gleði. Mér langar að við förum frekar inn í þjónustu núna. Ég ætla ekki að tala lengi. Já. Óli, þú ert með fyrirbeigjanda teim, það ekki? Ef að mér langar fyrst að bjóða ykkur upp, þið sem að, ef það einhver hérna inni sem ekki hefur gefist Jesú Kristi, gefi Kristi líf sitt, þá langar mig að bjóða þér, að biðja með þér, ef þú vilt gefa Jesú Kristi líf þitt og þiggja þetta sem ég hef búin að vera að tala í kvöld. Eða kannski einhver sem að ekki hefur gefið Kristi líf sitt hér í kvöld. Fyrst langar mig að segja, má ég benda, fyrir ekki, ég ekki að vera dónalegur, ég vera að benda á fólk. Þú sem situr hérna aftast í svörtum jakka með skegg, já, þú sem réttur upp hend. Þegar ég horfi á þig, þá sé ég gildan trompet fyrir ofan höfuð á það sem hefur verið að blása í. Það er engill að blása í trompet yfir höfðun á þig. Ekki hætta, ekki gefast upp. Þessi köllun sem er yfir lífiðinu, þetta sem þú varst að gera einu sinni, það er ekki farið. Óvinur hefur komið gegn þér og hann hefur reynt að stela uppskerunni af því sem Guð var að gera í þínu lífi, en hann tók ekki fræin, útsæði þér ennþá til að vaksa meira. Ekki gefast upp, því að þú ert mjög sterkur hermaður Guðs. Guð hefur gefið þér mjög sterk herklæði til að þjóna fyrir hann. Þú heyrir frá Guði, það er ekki vitleysa í þér. Þegar þú finnstu vera að heyra frá Guði, ég er í ímyndum mér, þetta vitleysa, þetta er ekki vitleysa. Þú heyrir frá Guði. Talaðu Guðs orð. Það er smörning, það er olía við tungun á þér, talaðu Guðs orð, þegar þú opnar munnin þá kemur sverð út úr munninum á þér, dreipir olían af þessu sverði. Þegar þú talar með krafti, þú talar með lækningu, það er lækning sem fylgir orðaninn þegar þú talar og þú talar með mikil í sannfæringu og mikil í djörfung. Ekki gefast upp og ekki hætta. Fæturnir þínir hafa verið eins og hafa verið í leðju og drullu og þú hefur ekki komist áfram, þú fundir svo stundu vera fastur í fæturnar. Alveg eins og þau tóku Jeremíu og hentu honum í brunnin sem var hálffullur af leðju og héldu alltaf að skilja hann eftir til að drepast þar eða deyja í brunnum. Guð sendi fólk til að reisa hann upp og lyfta hann upp úr því. Að sama skapi mun Guð losa þetta fæturnar á þér og þú munt ganga áfram enn meiri hrað og enn meiri djörfungu heldur nokkuð sinni fyrr. Og þar sem þú setur niður fætur, þar sem þú stígur niður fótum, þar sem þú ferð og þar sem þú kemur, hvort þið er á þessu landi eða öðrum löndum vegna þess að það köllunum við lífinu líka til annarra landa. Og þar sem þú stígur niður fæti, þar mun eldur Guðs koma niður, þar mun eldur Guðs verða eftir. Þegar þú heldur áfram, þá munu ennþá loga eldar Guðs þar sem þú hefur stigið niður fæti. Og ekki bara munu þeir verða þar, heldur munu þeir halda áfram í fótunum og þér á næsta stað sem þú ferð. Þú verður ekki einn. Þú munt ekki vera einn í lífinu og þú munt ekki vera einn í þjónustu. Því Guð mun senda þig hjálpara. Þannig ég vil hvetja þig, ég veit ekki hvað þú ert. Kannski sá ég þig eitthvað í gamla daga, ég veit það ekki, en ég vil hvetja þig áfram. Ég út kallaður inn í hérna að önskunni full-time ministry, það er ekki í fulla þjónustu. Já, út kallaður inn í það. Svo ég blessaði í Jesú nafni. Það er einhver hérna inni sem hefur verið að sjá sýnir en skilur ekki alveg. Er þetta sýnir, er þetta ímyndun í mér? Er ég bara búið þetta til í kollunum á mér eða er þetta ímyndun eða Guð að sýna mér hluti? Hvar ertu? Einhver sem kannast við þetta? Já? Einhverju fleiri? Já? Einhverju fleiri? Já? Já?
Já. Má ég biðja ykkur að standa upp því sem réttu upp hendina? Það einhver fleiri. Já, má ég biðja það að standa upp líka? Já, endilega. Mér langar að segja svolítið við ykkur. Í fyrsta lagi, þú ert ekki að vera vitlaus. Númer 1. Þú ert ekki ruglaður eða rugluð. Ég glímdi við þetta lengi sjálfur. Ég hélt ég væri klikkaður. Ég hélt ég væri ruglaður. Ég hélt ég væri með ímyndunarveiki og ég væri ímyndað mér þessa hluti. Og ég fylltist af falskri auðmýkt. Ég hélt að vera auðmýkt að þykjast vera ekki neitt. Það er fölsk auðmýkt. Og það er ein leið sem að óvinur nota til að stoppa okkur að vaksa í því sem Guð hefur fyrir okkur. Og stundum skiljum við ekki það sem Guð er að sýna okkur og eins og við náum ekki að halda utan á það. Veistu, ein af ástæðunum sem ég trúi af eigin reynslu, akkur það er þannig, er svo að oft er að Guð sýnir okkur hluti og er að tala til okkar í myndlíkingamáli eða sýna okkur sýnir eða gefa okkur drauma sem við skiljum ekki. Oft er það vegna þess að hann er að kalla okkur nær sér. Hann vill að við komum nær honum og spurjum, hvað ertu að meina, Drottinn? Hvað þýðir þetta? Kendu mér það sem þú ert að sýna mér. Veistu, það einu sinni sýnda mér sína sem ég satt á sviði, það sem hann satt á sviði og ég var svo lítið krakki hlaupandi allan sal, hann hélt á málverki. Hann sagði, Þráinn, komdu, ég ætla að sýna þessa mynd. Ég kom hlaupandi í þessari sýn, horfði á mynd og sagði, já, ég sé hana, ok, flott, og hljóp í burtu. Hann kallaði á eftir mér, Þráinn, komdu og sjáðu, mér langar að segja þér hvað þetta þýðir. Mér langar að sýna þér hvað þetta þýðir. Hann tók mig, lyfti mig upp, setti mig á leðrið á sér og fór svo útskýra fyrir mig hvað myndin þýðir. Vegna þess að hann þráir að eiga samfélag við þig, eiga nánara samfélag við þig, hafa þig nær sér, útskýra fyrir þér hvað hann er að segja. Maður byrði ykkur að koma hérna því sem standið og ræði ykkur upp hérna, eða vilji gjöra svo vel. Ef ég maður þá leggja hendur á okkur, yfir ykkur, ég ætla ekki að leggja hendur á ykkur. Ég ætla ekki að lemja ykkur, ég ætla bara að byrja fyrir ykkur. Ef við setja hendurnar út svona, komið aðeins aftar svo ég geti labba hérna með fram. Faðir minn, ég bara þakka þér fyrir, Drottinn minn, að þú ert að tala til þessar einstaklingar sem standa hér með ákveðnum hætti. Og Faðir minn, ég bara blessa þau til að meðtaka og ég bið þig að opna meira, Drottinn minn, í Jesú nafni, komdu heilagur andi, og við viljum að opna meira að þau sjáu og skilji